Þátturinn unnin í samstarfi við Dalvíkurbyggð. Hvar langar mig að búa? Það sannarlega við mörgu að huga þegar við veljum stað til að búa á. Sem betur fer ekki einn réttur staður fyrir okkur öll. Hér kynnumst við fólki sem hefur leitað aftur heim í ræturnar eftir að hafa flutt burt. Fólk sem snýr tilbaka með börn og maka, menntun og dýrmæta reynslu í farteskinu og veltum fyrir okkur hvers vegna þau hafa valið þennan tiltekna stað. Við erum stödd í Dalvíkurbyggð sem tæplega 1900 manna sveitarfélag við Eyjafjörð. Þéttbýliskjarnarnir eru 3, Dalvík, Árskógssandur og Hauganes og landbúnaður blómlegur í sveitunum. Hér gott atvinnulíf, öflugt menningarlíf og aðstaða til íþróttaiðkunar framúrskarandi. Umhverfið einstaklega fjölskylduvænt og aðstæður til útivistar með besta móti. Þannig að kannski veltum við fyrir okkur hvers vegna ekki. En við ætlum að hitta 2 fjölskyldur, annars vegar fjölskyldu Elsu Hlínar Einarsdóttur og Jóhanns Reyðarssonar sem búa á Dalvík og hins vegar fjölskyldu Siggnýjar Jónasdóttur og Loga Ásbjörnssonar sem að byggja hús á Árskógsströnd og fara að flytja inn á næstu vikum. Byrjum á Dalvík. Ég frá Reykjavík, flutti til Dalvíkur þegar ég var 6 ára gamall og flutti svo aftur suður. Ég var 10 ára. Svo kom ég hérna að spila fótbolta óvænt 21 árs og kynntist á þessari stelpu og búinn að vera með henni síðan. Ég alin upp hér á Dalvík. Svo fór ég 16 ára suður í skóla í MR. Svo kom ég reyndar aftur norður í MA og svo fór ég og spilaði með Breiðabliki í fótbolta fyrir sunnan og kláraði MK. Þannig að ég fór í 3 menntaskóla og svo lá leiðin bara til Alabama í háskólabolta og svo höfum við verið bara mikið í Reykjavík, ég og Jói og svo endum við hér. Ég fædd og uppalin hérna á Árskógssandi og mamma mín og pabbi og bróðir minn búa hérna ennþá. Og ég bjó á Árskógssandi frá, eins og segi, bara frá fæðingu og var með fasta búsetu til 2016 þegar ég flytti til Reykjavíkur. En eins og segi, mamma og pabbi hafa alltaf átt heima hérna, þannig að ég oft verið hérna hátíðir og svona og alltaf haft þessa tengingu. Af því að, þar sem þau eru hérna ennþá. Og Logi átti alfarið hugmyndina að þessu. Þetta hefði ekki hvarflað að mér að fara að byggja og hvað þá flytja hingað út yfir. En eins og segi, við vorum búin að vera það lengi að skoða á fasteignavefum og það var bara ekki að bera neinn árangur. Og þá fór Logi að bera upp þessa hugmynd. Ég þurfti svona aðeins að vega og meta gallana og þurfti smá tíma til að sannfærast. En svo, það tók samt ekki langan tíma og svo eftir að við eiginlega bara tókum þessu ákvörðun þá ég bara ótrúlega spennt fyrir þessu núna og ég held ég gæti ekki verið að hugsa mér að vera að flytja eitthvað annað núna. Þetta hefur eiginlega alltaf verið bara svona minn uppáhaldsstaður og sérstaklega þegar ég bjó í Reykjavík að koma aftur norður, hingað heim, mér finnst bara best að vera hérna. Og ég vona og ótrúlega spennt fyrir því að börnin okkar fái að upplifa sama og ég fekk að upplifa sem krakki. Frelsið og bara að vera hérna svo tengdur náttúrunni. Þú ert með aðgang að fjörunni, þú ert með aðgang að sveit, þú ert með aðgang að, þú getur farið upp í fjall, í Berjamó, flotti leikvöllur hérna. Þannig að, ég þurfti ekkert að hugsa mig eitthvað rosalega lengi eftir að hann kom með þessu hugmynd, sko. En eins og segi, hann átti hugmyndin alfarið, sko. Þetta hefði ekki hvarflað að mér, en það kannski að því að ég hef ekki mikla reynslu í að vera að flytja og kaupa með fasteignir og svona, en ég þurfti pínu í tægjana og samfarna. En svo það líka það að það ekkert mörg ár síðan að var byggt húsið hérna, ungt fólk, og þá sá maður einhverja fyrirmynd að þetta alveg hægt og það ótrúlega fallegt hús. Og svo var nágranni okkar, framtíða nágranni okkar, hann var líka að fara að byggja hús og við svona stukkum líka bara svolítið á vagnin. Húsið okkar frá Lettlandi og við keyptum frá sama fyrirtæki og þau voru að byggja, kaupa fyrirgefið.
Þannig að við svona greipum tækifærið og gerðum þetta svolítið í samfloti, sko. Að byggja þessi 2 hús. Við eigum sem sagt 3 börn, 1 barn saman. Og við bara þurftum að stækka við okkur og fórum auðvitað að skoða fasteignir og ég bara hékk á fasteignum síðan dag eftir dag. En það blundaði alltaf í mér, sjálfum að byggja og mér hefur alltaf langað að byggja. En svo bara fundum við fyrir svona pressunni og þrýstingum frá fólki að koma hingað og ég heillaðist á staðnum bara strax og ég kom. Og mér fannst bara kyrrðin hérna og fegurðin og bara krafturinn í samfélaginu þannig að mér langaði að vera hluti af þessu og mér langaði að vakna hérna alla morgnana. Og þannig að við fórum bara að skoða lóðir og sáum þessa lóð og bara stukkum á hana strax. Þetta var eina svona lóðin við sjóinn sem var í boði og eftir það var bara ekkert aftur snúið. Það var bara áfram gekk og stigið á bensíngjöfuna. Og það innan við ár síðan við tókum lóðina frá og erum að flytja núna bara í 2 vikur. Þetta er alveg að klárast þarna í húsinu og þau hefur verið að komin áður maður veit það. En það eru svo mikið þetta líka núna eftir að hann byrjaði á leikskólanum. Og við erum ýmist að ná í hann eða þau eru að koma og eru að koma svo mikið við hérna og Logi náttúrulega að vinna hérna niður á bakkanum í húsi þar og svo er hann hérna á kvöldin. Þau eru rosalega mikið hérna. Ég samt sá hana aldrei fyrir mér flytja hingað einhvern veginn af því að hún eitthvað svo mikið flökkukind. Ég átti alltaf von á því að hún myndi jafnvel bara endengst út í heimi. Þannig að þú veist, í rauninni kemur það manni pínu óvart að hún skuli svo bara ákveða að setjast hér að. En hún alltaf fær útrás í fluginu. Ég var í allavega íþróttagreinum þegar ég var lítil, en svo tók fótboltinn bara við alveg fram á fullorðinsaldur til 27 ára. En svo er Jóhann alltaf líka fótboltamaður alveg frá því að hann var pínu lítill. Og hann er algjör valsari. En kom svo til Dalvíkur og spilaði fyrir þá, en svo bara höfum við haldið í að halda áfram að þjálfa eftir að við hættum og æfa. Af því að það er svolítið erfitt að hætta bara í íþrótt og gera svo ekki neitt. Það er held ég að besta sem maður gerir. Já. En hvernig var þessu þegar þú varst að æfa fótbolta hér? Var það alveg hægt? Já, sko, ég byrjaði að reynda frekar seint. Ég byrjaði að vera 12 ára í fótbolta. Og ég æfði hér með 4. flokki og svo þegar að koma 3. flokki þá þurfti ég að fara að keyra inn á Akureyri og þá fór ég í Þór K. Og foreldrar mínu voru sem betur bara tilbúnir í það og foreldrar annarra stelpu. Þannig að þau skiptu sér svolítið á milli sín að keyra á milli. En það var alveg þess virði því að við héldum báðar áfram lengi í fótbolta. En hvernig gekk þér í fótbolta? Mér gekk bara vel, ég var markmaður og með mikið keppnisskap og vildi ná langt og ég held að ég hafi bara gert það. Ég var í unglingalandsliðunum, þessum 3 sem voru og svo var ég að æfa með A-landsliðinu líka en spilaði reyndar aldrei leik með þeim. En ég myndi alveg, þetta var góð tími en svo hætti ég bara þegar ég var ólétt af Möndu Maríu, dóttur minni, ég var 27 ára. En Jói? Jói hélt aðeins áfram eftir mér og var alveg til 33 held ég, sem ekki alveg viss, en hann var alveg alveg mjög flottan feril, var bara mjög góður og gekk vel og var í unglingalandsliði líka og hann var bara flottur í sínu. En hvað er að gera núna? Hvernig stundið íþróttir núna? Ég er í CrossFit og alveg elska það og þessi CrossFit Dalvík, þessi stöð, þetta er dásamlegt fólk á bak við þessa stöð. Það er æðislegt að æfa og andinn er bara frábær, þannig að ég er rosalega heppin með þessa stöð hérna. Svo erum við bæði bara að hlaupa þegar við getum og Jói hefur nú komið líka með mér í Paravot. Það er rosa skemmtilegt, þá koma 2 og 2 saman og vinna að æfa saman, gera sínar æfingar. Og þetta er ótrúlega skemmtilegt. Og svo er það bara ræktinn og alls konar. Fara í fótbolta með krökkunum og já. Það er alveg hægt að hreyfa sig í Dalvík? Já, það er alveg hægt. Það er bara, hvað viltu? Þú getur farið líka að synda þó það sé ekki mitt að þá gera það líka margir á hverjum einasta morgni. Þannig að þetta er bara hvað viltu gera? Ég er að æfa fótbolta, bretti og svona eiginlega CrossFit. Ég æfi
fótbolta, fimleika, golf og skíði. Hvernig það? Bara gaman. Það mjög gaman. Ég bara 2 frídaga sem mánudagur og fimmtudagur og öll helgin. Vá. En hvað gerir þið svona fyrir utan að æfa? Bara að leika við vini mína og svona. Og miðvikudagur. Við fluttum hingað saman til þess að búa 2014 og vorum hérna í 2 ár. Fluttum svo suður af því að hún fekk starf sem flugfreyja. Það var bara rosa gaman. Ég fekk starf hjá Vá. Það átti bara að vera sumarstarf en það ílengdist og ég fekk vinnu áfram og við ákváðum þá að flytja aftur bara suður og svo fór ég bara að kenna aftur því ég saknaði þess og fannst það líka bara meiri rútínu í því með ungbörn. Svo bauðst okkur að koma aftur. Ég fekk starf hérna fyrir norðan og svona gamall draumur rættist. Við gátum keypt hérna þessa hæð sem við búum í núna. Amma mín og afi keypti þetta hús fyrir mörgum árum síðan. Ég þori ekki að segja ártalið en það var örugglega 1950 og eitthvað. Pabbi fæðist svo 1955 í þessu húsi, í herberginu sem hann sefur í hérna á neðri hæðinni. Og ég kom hérna til ömmu og afa mjög oft og reglulega þegar ég var lítil stelpa og mann bara þykir vænt söguna og að fá að eiga part af þessu húsi. Að fá barnið sitt heim og að það býr hérna á efri hæðinni, það eru bara forréttindi. Af því að við fjölskyldan, stór fjölskyldan, við erum alls svo góðir vinir. Gaman að fá að fylgjast með börnunum. Það er mjög gaman. Já, þetta er alveg bara æðislegt því að maður fyrir seldum efri hæðina, þá vildum við ekki fá hvert sem var, skilur, til að búa þarna. Þannig að fá þau, þetta var bara æðislegt, sko. En þú ert búin að búa þetta svolítið lengi? Já, ég er búin að búa þarna, náttúrulega ég fæddist hérna 55 og flutti síðan náttúrulega heima bara 18 ára gamall eða eitthvað. Kaupið svo húsið hérna aftur 2001 og ég sé við herberginu sem ég fæddist í dag, sko. Við kaupum efri hæðina og pabbi og mamma bjuggu niðri þá. Í 5 ár bjuggu við saman. Eða þau hérna. Og síðan flytjaði semst á dvalarheimili. Þá kaupuðu nærri hæðina. Og hérna erum við bara ennþá, sko. Það er bara geggjað. Þetta er æðislegt að hafa keypt þetta hús og vera að dunda í þessu, bara gera þetta upp og við erum bara í góðum málum. Við fluttum fyrir næstum 2 árum. Bara í miðju COVID. Þá komum við hingað og vorum að gera upp þessa hæð og þetta er búið að vera bara alveg heilmikið verkefni en skemmtilegt verkefni og bara að því að mann þykir líka svo vænt þetta hús og maður vill gera vel fyrir þetta. Mér hefur alltaf liðið rosalega vel á Dalvík og mér fannst þetta vera bara miðpunktur alls að vera hérna. Ég gat æft allar þessar íþróttir og stunda tónlistarnám. Ég keppti á hestum, ég var á skíðum, fótbolta, fimleikum, keppti í frjálsum. Það var svo margt í boði og maður var einmitt svo frjáls. Svo hljóp maður upp í fjall eða niður í fjöru. Mér leið ofsalega vel. Ég er bara ótrúlega heppin. Og það er líka kannski það sem að minningarnar manns, það er það sem togar mann aftur tilbaka með börnin. Að þau fá líka að upplifa þetta. Það er algjörlega þannig. Og mér finnst þau vera að gera það. Hvernig finnst ykkur að búa á Dalvík? Það er bara mjög gaman. Það er eiginlega besti staðurinn sem ég hef farið á. Í alvöru? Hvað finnst ykkur svo skemmtilegt við að búa hérna? Bara félagsskapurinn og þú veist hvað það þekkjast að þau eru margir og líka bara það er svo mikið, þú veist, það er svo mikið hægt að gera en til dæmis bara að vera út á kvöldin og vera með vinum og eitthvað. Mér finnst best alltaf að fara út og vera með einhverjum vinum og bara leika mér og eiga svo marga vini, það er skemmtilegt. Það er svo sem margt sem dregur manni hingað. Það er krökkunum líkar afskaplega vel hérna og okkur líka. Þannig að það er ekki bara húsið og fasteignaverðið en það mér er alltaf líka vel að vera á Dalvík og ég myndi segja að ég væri svona ættleiddur Dalvíkingur. Þannig að ég er mjög og við bæði bara mjög ánægð að vera og búa hér. Já, það er bara líka þetta að þurfa ekki að vera með börnin í bíl.
stóran part af deginum. Þú veist að það stutt í afþreyingu hérna, íþróttir. Fólkið hérna líka bara frábært, tók mjög vel á mót okkur. Við náttúrulega þekkjum marga hérna. Og hérna, já, það líka það sem dró okkur hingað. Fjöllin hérna, ég elska fjöllin hérna allt kring, þannig að já, það eiginlega bara svolítið margt sem dró okkur hingað. Þó okkur hafi líka mjög vel fyrir sunnan, þá var eitthvað sem togaði bara. Hvernig að vera bara einstaklingar og par hérna? Hafið þið upplifað það? Já, sko, við hittust alveg allavega klukkutíma á kvöldin. Það náttúrulega bara nóg að gera hjá okkur báðum. En sem einstaklingur það líka bara frábært sko. Og ef þú ert duglegur að sækja í hlutina þá sko nóg að gera hérna. Eins og hvað? Ég til dæmis að æfa crossfit hérna, sem að, þú veist, og ég geri það 6 á morgnana. Ég hleyp hérna, þú veist, það dásamlegt að hlaupa hérna upp í fjöllunum eða út í sveit eða það hægt að fara í kór. Ég hef reyndar alveg hugsað það að fara í kór hérna. Ég hef ekki ennþá gert því, en ég get gert það. Já, ég þjálfa fótboltaliðið hérna og ég með tíma hérna í íþróttamiðstöðinni og ég náttúrulega að kenna íþróttir í íþróttamiðstöðinni þannig að ég hitti margt fólk á hverjum degi og þykist þekkja mjög marga hérna bara og þannig að ég fer ekki 6 á morgnana, ég læt það vera, ég vil sofa á þeim tíma. En ekki gleyma bumbuboltanum. Já, síðan í bumbuboltanum sem bara mjög góður félagskapur á 15 kvöldum. Þannig að það nóg að gera hérna, alveg fullt. Síðan, það ekki bíó hérna en það fer einhver í bíó lengur. Veist, ég veit ekki. Það kaffihús. Það kaffihús, já. Það ýmislegt. Það viðburðir í gangi og þú veist, það ýmislegt. Þú ert bara að vera sjálfur duglegur að sækja í hlutina og þá nóg að gera sko. Það náttúrulega bara hægt að fara út á skólalóð og bara leika sér þar og svo mjög gaman að vera úti með vinum og vera hérna. Mér finnst best að fara á völlinn og það eru belgir að koma svo ég ætla að fara á það. Svo finnum maður líka, þetta líka svolítið eins og stór fjölskylda. Það eru fleiri sem taka utan börnin manns, það allir að fylgjast einhvern veginn með. Þannig að það líka það sem að... Það ekki hægt að tína húið hérna. Nei. Þú færði alveg húna bara strax daginn eftir sko. Það mjög erfitt að tína húið. Já, það fylgjast allir vel með, þannig að það náttúrulega bara stór kostur líka. Það sem ég finnst mest heillandi við þennan stað kyrrðin, fegurðin, útsýnið, samfélagið. Það auðvelt að leita aðstoðar hjá næsta manni. Þú þekkir alla og foreldra þeirra líka og börnin þeirra. Maður getur alveg skilið bílinn eftir opinn og húsið eftir opið og það enginn að fara að brjótast inn og mér finnst bara náunga kærleikurinn svo mikill hérna. Það allir tilbúinir í að hjálpa og staldra við og spyrja hvernig gengur og bjóðast til aðstoð og það bara ótrúlega gott að finna fyrir stuðningnum. Ég get ekki sagt að maður finni endilega fyrir því þegar maður býr í þéttbýlinu sko. Maður þekkir ekkert endilega fólki í göttunum sinni eða stigaganginum sko. En hérna einhvern veginn það annað. Já. Þannig að í mínu tilfelli að þá var þetta aldrei spurning. Ég svo mikill sveitastrákur og Akureyri bara alltaf stór fyrir mig. Svo finnst mér líka bara eitt af jákvæðu kostunum, það bara útsýnið, fegurðin. Mér finnst þetta bara með fallegri stöðum á landinu. Og sérstaklega bara útsýn út eldhúsklukkan okkar. Þetta bara við erum með Hrísey, bara beint fyrir framan okkur og eins og sumrin þegar kvöldsólin að setjast, hún fer alveg bak við Hrísey og himinninn verður bara bleikur og appelsínugulur og öllum litunum. Þetta engu líkt sko. Og við erum auðvitað ótrúlega montin af útsýn okkar inn fyrir framan húsi en það ekkert síðra heldur hinum megin. Þar eru við líka bara með útsýn út í Þorvaldsdal og fjöllin og Kötlufjall og Krossafjall og svo auðvitað yfir í Kaldbak og þetta bara... Yfir í Kaldbak og Grenivík og svo bara sjórinn sko. Hvalirnir eru að synda hérna fyrir utan og endurnar að kvaka og þetta bara eitthvað annað. Þetta bara eins og einhver ævintýri. Taka eftir einhverju mun í börnunum? Ekki þannig, nema fyrir okkur eru þau mun frjálsari. Já, það Þau geta bara farið út og bara á hjólinu og maður sér bara eftir þeim og það ekkert að hugsa meira. Nánast ekki. Já, og þau eru svona líka einmitt sjálf öruggari í því að geta bara hjólað allan bæinn og
eins og minn maður sagði, nú rata ég bara allt, nú bara rata ég heim, þannig að það er náttúrulega bara æðislegt, veist. Þau eru örugg og þau eru frjálsari, við finnum það. Og þá erum við líka bara sjálf rólegri. Og þegar ég bjó í Reykjavík þá svona þegar ég horfði á Ásgrímssand þá leiði mér svona eins og það væri ekki mikið af ungu fólki hérna með börn og svona, en svo eftir að hafa verið aðeins að pæla í það þá sé ég alveg að samfélagið að engjast og leikskólinn held ég alveg í góðum málum núna og virðast alltaf vera að koma fleiri og fleiri yngri börn inn og ég veit núna alveg nokkur börn til dæmis sem eru fædd á sama ári og Jónas, yngsti strákurinn okkar. Þannig að þegar ég fór svona að sjá það, þá vissi ég að hann alveg í góðum málum og ég sjálf var bara í bekk þar sem við vorum bara 4 stelpur með smegnis af grunnskólagöngunni og þetta eru bestu vinkonur minni í dag, þannig að ég veit alveg að hann verður í góðum málum. Þau eiga þátt í að bara móta æskunni mína og þegar ég hugsa tilbaka æskunni þá sé ég bara okkur fyrir okkur í alls konar leikjum og hvað okkur datt í hug. Hverju sinni við vorum rosalega skapandi, við fundum okkur alltaf eitthvað æði, það var fjaran, það var leikvöllurinn, trampólín, fór út í leiki, fótbolti og það sem mér fannst svo þægilegt var frelsið. Mamma og pabbi vissi alltaf hvar ég var, þau höfðu engar áhyggjur af mér, ég var bara annarkvort hjá þessari eða hinni og það var aldrei eitthvað stress á því hvar ég var eða einhver svona, já, ég þurfti að vera komin heim fyrir þetta eða þannig, og svo stutti ég allt og mamma þekkti foreldra vinkonur mínar og svona, þannig að, já, ætli að væri það ekki frelsið bara sem svona, já, það sem helsta sem ég hugsa kannski þegar ég hugsa æskunni mína. Mér finnst það náttúrulega bara dásamlegt. Mér finnst það bara, já, plakka svo til sko að fá þau. Alfarið. Þannig að, já. Skiptir það máli að fá börnin til sín? Já, auðvitað. Miklu skemmtilega heldur en að þau byggja fyrir sunnan eða það þyrfti alltaf að fara. Við höfum þurft að gera það einu sinni sem að elsta dóttir okkar bjó fyrir sunnan í 5 ár. Eða þess að barnabarnið bjó sín fyrstu 5 ár fyrir sunnan og maður saknaði hennar náttúrulega mikið. Miklu skemmtilega að hafa þau nær. Hafa þau hérna rétt hjá okkur, það er náttúrulega bara mjög gott. Við erum búin að búa þetta síðan 87 og það er bara frábært að búa hérna og skemmtilegt. Ja, okkur hefur allavega alltaf liðið mjög vel hérna. Liðið vel hérna. Hvað er það besta við að búa hérna? Bara... Mér finnst rólegheitin, aðalega. Rólegheitin og maður er svo mikið í náttúrunni einhvern veginn. Maður heyrir öll hljóð hérna úti og fuglana og dýrunum og skilur þetta er bara, maður er svona út í sveit en samt. Það er einhvern veginn bara, já, kyrrðin. Hvað er þið svona spenntust fyrir við að hafa þau hérna? Að hafa Jónas nær okkar, litla. Hann er voða heimur einhverju hérna. Hann er voða að hafa strákur. Þannig að við erum spenntust fyrir því að fá hann. Það er ekki langt til að fara að hlaupa hérna á milli. Búa er það ekki amma og afi og frændi hérna neðri hæðinni? Hvernig er það? Það er bara mjög skemmtilegt. Að hafa barnabörnin uppi, sko, það er æðislegt, sko. Þau náttúrulega eru bara daglegi gestir, sko. Og það er bara besta sem bara fyrir maður komið, sko. Það er æðislegt. Já. Það er mikið spjallað og margar spurningar sem dynja á manni. Og svo bara getum við fara á kvöldkaffi og kvöldin og allt. Ég er alltaf svona sjónvarpstertu og eitthvað. Ja, er einhver alltaf að baka? Amma við? Já, amma. Hún er alltaf að baka. Hún er alltaf að baka kleinur og muffins og alls konar. Dettur þeim allt í einu hug að koma niður og spyrja, megum við fá kvöldkaffi? Já. Þá er smá spjall líka með kvöldkaffinu. Og hvað er spjallaðið? Bara allt mögulegt sem að þeim dettur í hug, sko. Þá verður það að bera undir okkur alls konar hluti. Eða gaman þegar við komum með lestrarbókina. Að lesa fyrir okkur, það finnst mér skemmtilegt. Fá að gista stundum. Og svo fá að gista til skiptis. Það var ekki þannig að ég kom með henni í klippingunni sinni til svona minns í Reykjavík. Löpuðum einhverju leið að stofuna og ég segi hvernig þetta alltaf að klippa þig. Bara svona stutt aftan einhvern veginn svona og bara, já. En afi, hvenær mistir þú hárið? Ég misti það bara einhverstaðar og bjó til sögu. Ég bara datt að mér allt í einu. En hvar, Tindri, getum við fundið þegar við leitum að því? Já, alltaf leið. Svo löpum við á
á stofuna sko. Þá segir við hérna einn rækara hérna inni. Veistu að afi, hann missti bara hárið eins og hann týndi. Það liggur einhverstaðar hérna bara, hann ætlaði að sýna mér ekki Dalvíkuraftur. Þetta vakti gríðarlega lukku við hennar stóri. Til dæmis eitt kvöldi þá vorum við Grímur að fara að sofa og ég hélt að hann væri sofnaður. Hann var að hlusta á aukaspyrnu á Akureyri í símanum mínu. Honum finnst það mjög skemmtilegt að fá að hlusta á símanum með Storytel. Og hann snýr sér frá mér og ég held að hann sé sofnaður. Svo allt í einu rís hann upp, horfir á mig og segir: Amma, veistu til hvers ég hlakka á morgun? Ég bara, nei, hvað er það? Að horfa inn í fallegu augun þín, amma, þegar ég vakna.